Sælveriði, ann á ný, velkomin. Við ætlum að halda áfram í för okkar í gegnum fyrstu Mósebók. Við erum komin núna í 3. kafla. Beint framhald af frásögninni sem við fórum í síðast. Þannig að þið geti tekið biblíunar ykkar og flett þar og verið með. Og fylgst með því sem við förum í gegnum. Í ritningalestinum áðan las Kata fyrir okkur þetta vers. Guð er kærleikur. Skilgreiningur biblíunar á innsta eðli Guðs er að hann er kærleikur. Og kærleikurinn gefur af sér og er ósjálfselskur. Þannig að þegar í upphafi lesum við í 1. kafla biblíunar, í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Í upphafi skapaði Guð sem er kærleikur allt sem til er. Og hann skapaði manninn til þess að lifa í samfélagi við sig því hann er Guð samskipta og kærleika. Og maðurinn gerður eins og Guð til þess að lifa í samfélagi við Guð og náungan. Og þegar við lásum, þá segir í 1. kaflan, sjá, Guð leit á sköpun sín og sagði, sjá, það er harla gott, eða það er mjög gott. Þegar hann var búinn að skapa heiminn, fylla hann og maðurinn var kominn til þess að njóta hans. Mjög gott, sagði hann. Og í öðrum kafla lásum við þegar hann tekur manninn, hann býr til sérstakan staf, sérstakan svona, já, við myndum kalla það bara helgidóm á plánetinu. Hann býr til garð sem heitir Eden og setur manninn þar. Og munið þið hvað Eden þýddi? Orðið Eden hafði það einhverja merkingu? Unaður, sæla, gleði. Það hefur svona þessa jákvæðu merkingu. Staður sælunar eða gleðinar eða unaðarins. Fallegu staður. Þannig við höfum Guð sem að metur fegurð og gleði, setur manninar til þess að búa í samfélagi við Guð og í samfélagi við náungan. Og allt líf sem að til er. Og maðurinn skapaði sem félagsvera sem á í innilegum og innihaldsríkum trúföstum samböndum við aðra. Þannig svo sé skapaði bara líka til þess að vera í samskiptum við aðra og að vera góður við aðra. Og gleðin kemur einmitt úr þessu. Samböndið við fólk þar sem að við getum gefið og uppfyllt á bara tilgang okkar. En eins og við sjáum núna sársauki og þjáning þegar að þetta brotnar. En fyrstu 2 kaflanir gefa fallegri mynd af þetta en ég get útskýrt. En við sjáum kannski hversu gott þetta á að vera, skiljum við hversu slæmt þetta er núna. En við skulum lúta höfði í bæn áður en við höldum áfram í 3. kafla. Himneski Faðir, við lofum þig hér í dag fyrir góðvild þína. Við þökkum þig fyrir orð þitt sem við höfum. Við biðjum þig að blessa það fyrir okkur hér í dag þegar við lesum það og reynum að skilja það, að það megi heimfærist í hjörtu okkar núna. Og heilagur andi megi útskýra það fyrir okkur betur. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Ef við lesum fyrstu versin í 3. kafla. Höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottinn Guð hafði gjört. Hann mælti við konuna, er það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum. Hér kemur einhver kænvera, ekki bara snákur, segir biblían síðan meir, heldur einhver sem er að nota snákinn til þess að koma sínum boðskap á framfæri. Mynd einhver sem kannski er ekki birt strax hérna í upphafi bókarinnar, en þegar það flettist lengur og lengra inn sjáum við hvað hann sanna eðli er og hver hann er. En það er eitthvað furðulegt að gerast þegar hann talar og þegar hann mælir til fólksins.
fall mannsins eða syndavandi sem oft kallað það sem að gerist hér í þessum kafla sem hann olli, ekki bara einhver hegðunarvandi sem að kom út af þessu, heldur eitthvað breytist í huga mannsins varðandi hugmynd hans Guð sem kærleika. Snáknum eiginlega svona fyrirhugað að blekkja mannin og kemur með spurningar sem að leiða til efasemda orð Guðs sjálfs og góðvild hans. Og fyrsta spurningin sem hann spyr, ekki borða af neinu eða máttu ekki borða af sérhverju tré sem að til þú getur séð bæði. Kemur svona slóttu spurning þar sem að Eva ekki alveg viss, greinilega. Þegar sagði Guð þetta sem hann myndist á? Nei, hann tók það sem hann hafði sagt áður og snýr upp á það smá. Hann sem hafði sagt, þú mátt borða frjálslega af öllu sem að hérna, nema þessu eina. Hann hafði gefið þeim fullkomið frelsi með smá hömlur, takmarkur þeim til góðs. En óvinurinn setur þetta fram á öfugan hátt. Guð setur svona hömlur með einhverju smá frelsi til þess að velja sem sagt að því að Guð sé svona óþarflega heflandi, sem síðan það sem að rosalega mörg trúarbrögð gera. Guð sem að fókusur að segja nei, ekki gera þetta flest alla hluti, sem að skilgreinir trúarbrögðin út frá því hvað forboðið og hvað má ekki gera og ekki hitt og ekki þetta, en ekki út frá blessunum og karakter Guðs sem einmitt í fyrstu köflunum birtist bara til þess að gefa þeim allt var gott, góðu staður og sagði að þeir fá allt sem að til en hér einn staður sem ekki fyrir ykkur. Þá sagði konan við höggorminn, af ávistum trjánna í aldigarðinum megum við eta, en að ávisti trésins sem stendur í miðjum aldigarðinum, af honum sagði Guð megið ekki eta, ekki snerta hann, ella munu þið deyja. Svo hún reynir að gera betur úr þessu, nei, við megum alveg, hér er eitthvað frelsi. En hún sjálf blæs upp hversu strangur Guð hversu kröfur hans Tréð í miðjum garðinum má ekki borða. Sama fólk til að gera enn í dag, því að hún segir það megi ekki einu svona snerta það, annars munur þau deyja. En Eva svarar ekki hvaða tréð það sem ekki má borða af, sem að var eitt og sér, en sett á sama bát og öll hin, svo síðan kannski einhver svona geðþótt ákvörðun Guð sem að hafa eitt random tré sem sé slæmt. En þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið ekki deyja, en Guð veit að jafn skjótt að þið etið af honum munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og þið munu vita skyn góðs og ills. Þú munt ekki deyja, sannlega segi ég ykkur. Í raun að vera að segja, Guð lygari. Þú munt ekki deyja. Guð sjálfstjónandi og hefur ykkur svona fyrir sinn vilja. Við trúum öll einhverjum hluta af þessu og höfum svona eiginlega fengið þetta í fæðingarétt frá honum, því að hann segir þessar þrjár lygar, að Guð sé ekki treystandi, að Guð sé svona sjálfselskur og hann sé hefti mannin, sem athyglisvert ef við fer á næstu glæru. Þú sér hérna, Guð heftandi, Guð lygari, þú munt ekki deyja, mátt ekki borða neinu trénu, og hann þjónar sjálfum sér fyrst og ykkur bara svona eftir á. Þannig raun og veru getur ekki treyst honum, heldur treystu mér, eða treystu sjálfum þig frekar. Í bókinni Education eftir Ellen White segir hún, ósjálfselska undirstöðu atriði í ríki Guðs. Það undirstöðu atriði sem að Satan hatar, því hann afneitar tilveru þess. Það kærleikans, eða að kærleikurinn sé ósjálfselskur. Þó að Satan ræðst gegn undirstöðuatriðum ríkis Guðs frá upphafi með ósjálfselskuna. Guð kærleikur, segir Biblían, og segir Guð hann í upphafi, og kærleikurinn að sjálfum sér ósjálfselskur, Guð ósjálfselskur. En höggormurinn segir nei, Guð sjálfselskur.
Hann ekki að passa upp á ykkur fyrst og fremst, heldur upp á sjálfan sig, með að halda einhverju góðu frá ykkur. Þannig reynir hann að skapa vantraust milli Guðs og mannanna. Ef við eigum, eða þú átt í sambandi við einhvern, hvort sem þessi maka eða foreldra eða börn eða hvað sem er, og þú trúir ekki að sé vera að passa upp á þig í þessu sambandi, heldur kannski bara nota þig á einhvern hátt, þá ekki rosalega mikið traust í sambandinu og það brotnar í sambandinu, þá mér erfitt að halda því. Ef það gerist, þá kannski bakka maður út, dregur mig tilbaka, því án traust voða lítill grundvöllur fyrir góðu sambandi. Það svona slitnar upp úr samböndum oft þegar að trausti bara algjörlega hverfur. Og það það sem hann að vinna að hér. En þegar konan sá að tréð var gott að éta af og fagurt á að líta og girnilegt til fróðleiks, tók hún af ávexti þess og át, og hún gaf einni manni sínum sem með henni var og hann át. Þá lukust upp augu þeirra beggja og þau urðu þess vör að þau voru nakin og þau festu saman fíkjuviða blöð og gjörðu sér mittis skýlur. Svo hún tekur og etur og deyr ekki strax, kannski hann hafði rétt fyrir sér. Fínn ávöxtur eins og allt annað. Kannski gefa honum líka bara til ástvina míns sem að var með henni en ekki á staðnum. Þetta fyndið í eldri þýðingum, þá stendur bara að hún gaf honum með sér, sem að deildi því með honum, ekki gaf honum sem að var með henni þarna. En hann var ekki passífur og beið og allt í einu gaf hún honum og hann sá hann að gera þetta, heldur virðist vera hann að verið ekki á staðnum. En hann sér hana lifandi eftir að þetta búið að gerast, tekur sömu ákvörðun hún og etur líka, ekki henni að kenna, hann sjálfráða einstaklingur og ákveður að fá sér líka. En ef við lest hér í 7. versi, hún sér að tréð virðist vera gott að eta og lítur fallega út, þá tekur hún og etur. Sem sagt, svona vandinn sem kemur til staðar eftir þetta ekki bara, hvað maður að segja, verkið sjálft sem hún gerir í óhlýðinni, heldur að hún trúir snappnum eitthvað slæmt upp á Guð. Hún trúvillu Guðfræði, ef við getum sagt það, Guðfræði bara mynda okkur að Guði. Það að segja að Guð væri kannski ekki alltaf góður og sæja okkur ekki fyrir því sem við þyrftum, heldur héldi frá henni einhverju sem hann væri gott fyrir hana. Og þetta vantraust á Guði, ranghugmynd af Guði, var grunnur af næsta vanda, sem kannski hegðunarverki, að hún fer og tekur þetta af og etur þetta. Við fókusum kannski af ekki gera þetta og þetta það sem hún gerði í verki sjálft og það sem ekki má. En það bara ávöxtur vandamálsins en ekki rót hans. Og ávöxturins var að hún hafði ranga mynd af Guði og vantraust á Guði sjálfum. Segir í Veginum til Krist, það ekki einu upp á þessu ekki, ástandið eftir fallið, að sjálfselskan, þetta bara einum fyrstu blaðsíðunum í bókinni, að sjálfselskan tók yfir í stað kærleikans þegar hún lýsir hvað gerist eftir fallið. Og það nákvæmlega það sem að gerist þegar hún trúir ekki að Guð sé kærleikur og að hann hugsi þeim fyrir bestu. Og eftir það tekur sjálfselskan yfir í stað kærleikans. Því að við tölum hérna fyrstu synd sem verk og syndin lögmálsbrot eða lögleysa, eins og þýðingarnar segja, en kærleikurinn uppfyllings lögmálsins. Svo syndin ef þú tekur þetta tvennt saman, þetta kærleiksleysi, allt sem öfugt við kærleikan. Það brýtur samböndin og samskipti okkar, hvort sem það upp á við eða lárétt. Því að syndir ekki bara að brjóta sérstakar reglur trúarbragða, því að það eru svona sérstakar guðlega reglur, punktar. Boðorðin 10 lýsa einmitt samskiptum okkar við Guð og við náungan. Því að það ekki gott fyrir samskipti okkar við náungan og sambönd ef við erum að drepa og ljúga og stela og halda framhjá og girnast alla hluti.
það byggir ekki beint svona traust eða sambönd fólks. Eða þá fyrstu boðurinn sem eiga við samband okkar við Guð sjálfan. En það segir að þegar þau gerðu þetta, opnuðust augu þeirra, eða lukust upp augu þeirra. En þau fá kannski og sjá ekki það sem þau byggust við. Því að í endanum á síðasta kafla, öðrum kafla 25. vers, sagði: þau voru nakin maðurinn og kona hans og þau blygðu sín ekki. Eða þau voru nakin, þau voru engin skömm til staðar í þeirra sambandi og í þeirra samskiptum. Það var allt í góðu. Þannig að þegar það segir hér, þá lukust upp augu þeirra beggja, þau urðust vör og þau eru nakin og þau fara síðan að hylja sig, öfugt við endan á öðrum kafla. Þetta fjallar ekki bara að þau hafi ekki föt, heldur að hér kall og hér kona sem í sambandi sem algjörlega laust við einhverju svona sjálfsvitund, svona óöryggi sig, einhverju skömm yfir einhverju. Það eina sem hann sér í upphafi bara Eva. Allt sem hann vill gera að lifa fyrir hana, ekki hvað fæ ég á þessu, hvað ætlar hún að gera. Og Eva hugsar eins: hvað get ég gert fyrir hann? Og þetta svona fallegasta í heimi sem við höfum í sambandi eins og það lýst hann í upphafi. En ekkert óöryggi til staðar í þeirra sambandi, sem ég held að mjög margir myndu segja að væri mjög eftirsóknarvert í hvaða sambandi sem En núna strax komið eitthvað óvissa. Ég ekki viss hvað henni finnst í alvörunni, hvað ætli sé okkar á milli núna. Þau fengu það sem þau vildu, þau fengu að taka af skilningsstrik góðs og ills og fengu þannig þekkingu að meta sjálf á milli góðs og ills. En þekkingin sem að Guð vildi ekki að fyrsta pari hefði var einmitt að þekkja skömm, segir Ellen White. Vildi aldrei að við þekktum hvernig það að líka illa við okkur sjálf, að hata okkur kannski, dæma okkur, að svona eiga erfitt með að horfa í spegilinn og sjá hver við erum. En það það sem að kemur eftir að þau hafa etið af trénu. Skömm. Og þannig að þegar við erum komin í það, við erum ekki viss hver við erum og hvað líkar ekki kannski við hvernig við erum, og setjum upp svona varnarmekanisma sem við setjum svona utanum okkur til þess að passa að við höfum einhvern svona góðan front. Því að utanum sanna persónu sem að við erum. Það getur verið hvað sem að veldur þessari skömm. Einhver gerir eitthvað við okkur sem fær okkur til þess að finna þetta þegar við erum ung eða gömul, hvað sem einhver framkoma sem fram með okkur, einhver sem hefur sem krakki lagt í einelti eða misnota eða alið upp við að þú sért ekki neitt, og þá svona set ég einhver svona vegg í kringum mig, eða þá að það eitthvað sem ég geri, ég hef bara gert heimsk og fáránlega hluti, skammast mig fyrir það og set svona vegg í kringum mig, því að þetta svona farið að skilgreina hver ég og ég komin í svona varnagír og setja upp einhver svona hálf svona falskan mynd af því sem ég til þess að leiða mig í gegnum þetta. Því við vitum ekki hvernig við að díla við skömmina, hvernig við að eiga við breyskleika okkar. Það eitthvað sem við getum ekki losað okkur við. Þetta eiginlega að sé þetta svona, hér ég og skömmina, og setja ég svona eitthvað í kringum mig svona til þess að verja mig. Og fólk setur upp alls konar, getum við kallað þetta grímur eða hvað sem Það vinnualkinn sem skilgreinist frá vinnunni, hver hann og hversu mikið svirði hann Ég meina, mjög algengt, ef þú hittir einhvern sem ókunnur og hann spyrir hvað heitirðu? Þú segir nafnið þitt og hvað næsta spurning? Hvað gerirðu? Þess að skilgreina hver þú ert. Og hann af hverju það kannski hefur greinilega það mikla merkingu fyrir okkur hver við erum. Allavega. Segir þetta ég, þetta það sem ég geri og bara mjög ánægður með það. Eða þeir sem að setja upp svona falska ramman sem fórnarlambið, lifi fyrir athygli annarra og meðöngun og skilgreini með útræðum erfiðleikum sem ég í, eða þá einhver sem eins og
setur upp svona falska sjálfur sem er svona svo presturinn, alltaf að hjálpa öðrum og þarf að vera vel metin af öðrum, og þá finn ég kannski að ég er einhvers virði og einhver persóna. Og við erum öll, eins og ritningin segir allavega, að einhverju leyti brotin, og grímuna ger okkar ekki heil. Þessi fíkjuviðarblöð sem þeir reynda að setja til þess að fela sig og skömm sína eru svona mjög, virka skammt. Því að virði okkar er ekki skilgreint út frá hvað öðrum finnst okkur eða þá persónu sem við búum til, heldur bara hver við erum sem börn Guðs, sköpuð í hans mynd. Því að þráttur fallið segir í ritningunni alla leiðinni gegn að við erum ennþá sköpun Guðs. Hann breytist ekkert og ósálsverkur kærleiki hans breytist ekkert þó að maðurinn hafi breyst. Segir ekki Biblían því svo elskaði Guð heiminn, en þá mörgum árum síðar hann gaf son sinn engilinn til þess að hver sem hann trúi glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Til hvers ef hann elskar ekki mannfólki. En þau sjá að þau er ekki lengur svona saklaus. Og loforðið sem þau kannski héldu, sem að þau fengu frá höggormönnum að augu þeirra myndu opnast, hefur ræst öðruvísi en þau vildu. En þau heyrðu til drottins Guðs sem var á gangi í aldingarðinum í kveldsalanum, og þá reyndi maðurinn og konan hans að fela sig fyrir drottni Guði millum trjánna í aldingarðinum. Drottinn Guð kallaði manninn og sagði við hann: Hvar ertu? Hann svaraði: Ég heyrði til þín í garðinum og var hræddur, af því að ég er nakin og faldi mig. En hann mælti: Hver hefur sagt þér að þú værir nakin? Hefurðu etið af trénu sem ég bannaði þér að eta? Svo þau fela sig þegar þau vita að Guð er að koma, og þegar þau halda að hann sem er mest fyrir þau sé þeirra óvinur, sem sýnir að það er einhver brenglun að þeirri mynd af Guði, þegar heimurinn hleypur frá Guði. Þannig að alls konar heimsmyndir orðið til eftir þetta, en oft byggt á ótta sem að kemur hana inn, fólk sem þjóna Guð af ótta eða afneitar Guði af því að hann er vondur, sem að notar ótta sem eitthvað vopn. En hér er eini óttinn sem að kemur þeirra vegna þess að þau vita að það er eitthvað sem er að. En fyrstu orðin sem að koma frá munni Guðs eru orð náðar, þegar hann dregur fram: Hvar ertu? Ekki neyða fram. Því hann kallar á þeim, vissi alveg hvar þau eru, eins og eini sem getur bætt úr vanda þeirra og eini sem elskar þau ósjálfselst. En þrátt fyrir það, þá flýja þau. Það segir í orðskviðnum hinni ógauðlegu flýja þótt að enginn sé elta þá, og þau eru bara, skammast sín. En Guð eltir þau með kærleika, ekki með skömm. Þáttur að maðurinn finni fyrir skömm er ekki þegar að Guð sé að svona elta þau og nota þá til þess að snú upp á þau. En það segir í 11. versi: Hvar hefur sagt þér að þú væri nakin? Hefurðu etið af trénu sem ég bannaði þér að eta? Hann segir ekki: Ég veit hvað þú hefur gert, heldur: Hvar ertu? Hver sagði það að þú mættir ekki eta? Ekki ég. Ég er ekki að kasta því framan í þig, heldur spyr hann bara: Hver hefur sagt þér að þú væri nakin? Og þau svara síðan: Konan sem þú gafst mér til sambúðar, hún gaf mér að et trénu og ég át. Og þá sagði drottinn Guð við konuna: Hvað hefurðu gjört? Og konan svaraði: Höggormurinn tældi mig svo ég át. Svo Guði er kennt þetta allt saman á báðum hliðum, og þú sérð að það er greinilega að syndin leiðist þar til einhvers konar herðingu hjartans. Hann sem að elskaði hana svo mikið að hann vildi vera með henni og gera eins og hún, að taka upp af ávistinum, núna er hann tilbúin að kasta henni bara fyrir lestateinana ef það gæti redda honum. Ég ætla að stökkva yfir næstu vers 13-19, af því að næsta ræða fer bara yfir það sem að fer yfir loforðið, ef þessi hluti fer yfir fallið. En Guð kemur síðan og gefur dóm yfir snákinn, yfir manninn og konuna, og að lokum segir í 20-24 versi: Maðurinn nefndi konu sína Evu því að hún var móðir allra sem lifa. Svo eftir að dómur er komin yfir, ég meina
hann sagði upphaflega að vissulega munið þið deyja og þáttur þið deyja ekki á staðnum þá það svona eitthvað sem koma skal, en engu að síður kemur von strax þannig fram eftir þennan dóm, því að hvaða nafn gefur henni Eva? Hvað þýðir nafnið Eva? Við höfum okkar eigin nafn yfir þetta íslensku, mjög algengt svona millinafn nú í dag, eða allavega síðastliðin 20 ára eða eitthvað. Líf. Hann gefur henni nafnið Líf. Svo fókusa á lífið, ekki dauða og refsinguna, heldur á vonina sem þau hafa. Því hún myndi, þráttur að dauðinn kemur, myndi koma eitthvað sem ónáttúrulegt, þá munu þau halda áfram í gegnum tíman með börn og afkomendur. 25. vers. Og Drottinn Guð gjörði manninum og konu hans skinnkirtla og lét þau klæðast þeim. Drottinn Guð sagði, sjá, maðurinn er orðinn einn af oss, þar sem hann veit skyn góðs og ills, aðeins að hann rétti ekki út hönd sína og taki einnig af lífsins tré og eti og lifi eilíflega. Þá lét Drottinn Guð hann í burtu fara úr aldingarðinum Eden til að yrkja jörðina sem hann var tekinn af, og hann rak manninn í burt og setti kerúbana fyrir austan Edengarð og loga hins sveipanda sverðs til að geyma vegarins að lífsins tré. Svo hann rekinn út og kerúb kemur hann til þess að vernda, einhver gerð af englum sem við sjáum bara nokkrum stöðum í Biblíunni, sem að segir að við séum með sverð til þess að koma í veg fyrir inngöngu. Þáttur að, já, það allavega. Ekkert sem að maðurinn getur gert til þess að komast aftur inn. Það bara lok og læs. Hann getur ekki redda sér sjálfur aftur inn í hinn fullkomna stað. Kannski aðeins vísir á það sem að koma mun. Hann maðurinn getur ekki frelsa sér sjálfur. En kerúbanir sem að vernda hliðið inn í þeirra paradísagarðana Eden, koma fram bara strax í næstu bók Biblíunar aftur. Þú sér mynd af þessu þegar að aldingarðinn sé horfinn og hvað sem þegar að Ísraelsmenn fara og byggja sér musteri, að þá höfum við til dæmis kerúbana á tjaldinu á milli þess helga og allra helgasa, og ofan á sjálfri sáttmálsörkinni náðarsætinu, hvað höfum við? Kerúba sem að svona teygja sig yfir. Og þeir eru alveg eins og þeir pössuðu upp á Eden, en heilaga svona fullkomna stað að fólki kemist ekki eftir inn, þá eru þeir þannig til þess að minna fólkið á það í hinu allra helgasta að Guð er ennþá til staðar, hann þarna, og þegar að Kristur einmitt deyr, hvað það sem að rifnar? Það rifnar tjaldið sem að með skreytt með kerúbunum sjálfum. Kannski verið að tengja til þess að þegar í Eden voru þeir settir hann fyrir framan, að það hefur verið að greiða leiðina aftur inn í hinn fullkomna stað. Vísa veginn aftur til Eden. En eftir þetta, eftir að hafa hitt höggorminn og talað við hann, þá er eins og þau fái ranga mynd af því hver og hvernig Guð er. En Jesú Kristur kom einmitt sem birtingamynd á kærleika Guðs, eftir að maðurinn var algjörlega búinn að gleyma og sá ekki Guð er kærleikur. Og samskipti hans við Guð og mann brengluðust og maðurinn fékk þessar rangu hugmyndir og Guð misskilinn gífurlega þar til hann birtist á, eins og Nýja testamentið talaði á betri hátt í Jesú Krist, þar sem að Jesú opinberar Guð föður til mannsins, svo maðurinn getur aftur séð, já, Guð er kærleiki. Og hér sem við stukkum yfir er sagt fyrir komu hans, lausn og von, en það verður farið í það næsta kvíldadag. Við skulum lúka höfðum bæn. Kæri himneski Faðir, þökkum við fyrir orð þitt, þrátt fyrir briskleika okkar, þrátt fyrir að við getum verið brotin og ekki heil, að þá getur þú gert alla hluti nýja. Það sem að hefur glatast, segir þú að geti orðið nýtt. Og það sem að er týnt getur fundist, Faðir. Ég bið fyrir okkur hér, okkur öllum, Faðir, að við megum, ef við höfum týnt okkar leið til þín, að við megum finna hann aftur. Ef við, finnum fyrir skömm
eða einhverju brosnu í okkur, Faðir, að þú getur leitt okkur til þín sem að gera alla hluti heila. Þakka þér fyrir að þú ert kærleikur Guð og þú elskar okkur eins og við erum, að við þurfum ekki að setja neina grímu upp þegar við komum til þín. Og þú hjálpar okkur að lifa, heil hér á jörð. Við biðjum og þökkum í Jesú nafni. Amen.